komið í sæl og blessuð. Alfons heiti ég Hannesson og tala við ykkur frá Kanada. Þú ert að horfa á þátt sem við kallum trúar líf og það er lífið í Jesú Kristi. Núna er ég komið með mann í þennan þátt sem er vinur Guðmundar Vigfússons og Guðmundur Benedikt Vigfússon og hann hefur tengt okkur saman. Þetta er Lars Kagerud og hann er frá Noregi og ég er spenntur fyrir þessu viðtali. Hann var forstöðumaður í kirkju þarna þangað til bara núna janúar síðastlið og hefur frá mörgu að segja. So, Lars, thank you so much for being with us. Takk Lars fyrir að vera með okkur. It's a privilege for me to be with you. Það er heiður fyrir mig að vera með ykkur. Thank you. Lars, I always ask everyone, were you born in a Christian family? Yes. Ég spyr alla Lars hvort það hafi verið í fæðst inn í kristna fjölskyldu. Yes, I was raised in a Christian Lutheran family since back I was in the Sunday schools, and the traditional way baptized when I was a child, and also confirmation we do in Norway when you become 15 years. Yes. Svo ég var svona fæddur inn í kristna fjölskyldu, var skírður, barnaskírð, þegar ég var unglingur þá tók ég fermingu og svo framvegis. Well, we were all Lutherans in Iceland, but that didn't mean anything. We didn't go to church or accept funerals or something like that. Við vorum öll lútersku í Íslandi. Við fórum samt aldrei í kirkju, það þýddi ekkert, það merkti ekki neitt. Við bara fórum í kirkju og fórum ekki í kirkju nema það væri bara jarðarfarir eða eitthvað slíkt. Was it the same with you? Yes. Fyrir we hardly went there, so it was. Við fórum sjaldnast í kirkju. I think it was a boring period of my life. Yeah. Þetta fannst mér mjög leiðilegur tími í lífi mínu. Did you go into drinking and things like that? Byrjaði að drekka áfengi eða eitthvað slíkt. Yeah, of course, like all others, teenagers, we Eins og allir táningar. That road, all of us, yes. Við fórum niður þessa braut öll okkar. So, how did you get saved then, or gave your heart to the Lord? Hvernig frelsaðistu? Hvernig aðtugaðist það? Well, in fact, I was. God was calling very strongly upon my heart in 2 years. Guð var að eiga við hjarta mitt í 2 ár mjög sterkt. But at this time I was like 22 years when God started to call upon my heart. Ég var 22 ára þegar Guð byrjaði að hafa áhrif á hjarta mitt. At that time I was living together with my girlfriend. Yes. Og ég bjó með kærustunni minni á þeim tíma. So I felt I had 3 dead sins that I need to correct before I could be a Christian. Yeah. Og mér fannst ég þurfti að eiga við 3 syndir áður en ég gat verið kristinn. I was drinking, I was smoking, and I was living together without being married. Og það var þessar 3 syndir, ég var að reykja, ég var að drekka og ég var í sambandi án þess að vera í hjónabandi. But God called upon my heart and I make a deal with him. Og Guð kallaði hjarta mitt og ég gerði sáttmála við hann. I said that if you really want me to be a Christian, you need to help me to stop smoking. Og ég sagði við hann að þú vilt að ég verði í raun og veru kristinn, það var að hjálpa mér að hætta að reykja. And the same, stop drinking. Og líka með að hætta að drekka. Because I thought that was keeping me on a distance from God. Vegna þess að ég taldi að þetta var að halda mér fjarri Guði. So my religious mind was occupied by these 3 things, and finally I make a proposal to my wife, to my girlfriend. Og ég var mín trúræknislegi hugi, sá þetta sem aðgreiningu frá Guði og ég kom með svona tillögu til kærustunni minnar. And she said yes. Hún sagði já. And she's still my girlfriend. She's my wife now for 37 years. Og hún er ennþá kærasta mín, þannig hún er búin að líka vera eiginkona mín í 37 ár. I saw your testimony, Lars, and you had to make you had to pray hard for your wife not to divorce you again.
Og ég sá vitnisburðin og ég sá hvernig þú þurftur að biðja fyrir því að konaði myndi ekki skilja við þig aftur. That's right. And when I received Christ, Þegar ég tók á móti Kristi, we started to pray for her. þá byrjuðum við að biðja fyrir henni. So for 3 months, it was a fighting for her, and finally she Það er fyrir received. She didn't wanna. Og ég She didn't wanna stay married bara because fyrir mig 3 mánuði. she didn't wanna stay married Ég to vildi you ekki vera because áfram- you were different. Hún vildi ekki að þú væri ennþá ekki vera giftir að því þú varst öðruvísi. That's correct. Because Yeah. I turned up to be a total different man after I become a Christian. Vegna þess að ég algjörlega umbreyttist eftir að ég varð kristinn. So she said, "You are not the man that I married." Þú ert ekki maðurinn sem ég giftist, sagði hún. So she was having a serious plan of being divorced from me. Yeah. Og þannig hún var með svona alvarlega huglega það að skilja við mig. But thank God, she also met Jesus, and together we are now serving the Lord together. Amen. En þakk sé Guði, þá kynntist hún líka Jesú og við erum bara þjóna Guði saman. You became a pastor there. When did you become a pastor? Þú varst pastor, hvenær varstu pastor? I was asked to take over an old church here in Norway. It's a small Pentecostal movement in a church in 2013. Ég var beðinn að taka við lítilli Hvítasunnu kirkju 2013. So first I said, no, I'm not a pastor. I'm more a missionary, apostolic gift. So I could not see myself as a pastor. Yeah. Og fyrst þá sagði ég nei, ég meiri trúboði og postuleg náðagjöf. Ég gat ekki séð mig fyrir mér að vera pastor. You just retired in this January. Yes. Og þú hætti núna bara í janúar. So finally I said yes after I prayed. Yeah. Ég sagði já eftir ég bað að ég tæki við kirkjunni. And God wanted me to do this. Amen. Og að Guð vildi að ég myndi gera þetta. But now it's a new season. En nú ný tíð í lífi Now mínu. you get to go all over the place. Og núna Yes, getur þú ferðast út allt. Já. I feel that the whole earth is my place now. Og mér líður eins og ég bara jörðin til í mér og ég búi að einhvers staðar bara hvar sem á jörðinni. You were also a dean in Bible school. Þú varst líka skólastjóri í biblíuskóla. Yeah, back in 2003, I started working 2003. at a Bible school in Norway called Oslo Christian Oh, Center. yeah. Og ég var í biblíuskóla sem heitir Oslo Kristni Center. So I was having the responsibility for the leader training, the second class in the Bible school. Og ég var ábyrgur fyrir því að þjálfun og leiðtogum á öðru ári í biblíuskólanum. Amen. So I also was a Bible teacher in both classes. Og ég var líka í báðum stigum, þá var ég biblíukennari. What were you So teaching? I mean, not What Hvað varstu að was kenna í it biblíuskólanum? just a one book or how? Oh yeah, no, I had Það var eitthvað sérstætt. many subjects. My favorite subject was Was what? yes. Ég var með mörg viðfangsefni eða kennsluefni, en mitt uppáhaldskennsluefni var, It was the book of the Romans, Paul's letter to the Romans. og það fyrst og fremst þá fannst mér skemmtilegt að kenna Rómarabréfið. But you know, I preach healing, faith. Ég kenndi trú og lækningu. So, Lars, was this a Pentecostal school? No, Var þetta Hvítasunnu skóli? Nei. this was more like a faith and grace church. Okay. Þetta var meira trúar og náðakirkja. So, because the Pentecostal, they don't really believe in healing today. They believe that it Vegna þess might að be... Hvítasunnu menn þeir eru trúum kannski minna á lækningu. They might believe that some individual is gifted, but not for everyone to lay hands on sick and see them healed. Þá er kannski þú trúa því að einhver sé með gjöf til að lækna fólk, en þeir sjá ekki fyrir sér að kannski að all kirkjan geti lagt hendur yfir sjúka og þeir læknist. Well, in Norway, it's more common. Yeah. Í Noregi þá er það algengara. So this church, I was working in the Bible school. It was one of the biggest free churches Amen. in the country.
Og þetta var hann í biblíuskólanum og þetta var einn stærsta frjálsa fríkirkjan í Noregi. So I want to come back to the Lutheran Church a little bit because Mér langar að minnast á go ahead, Guðmundur. Mér langar að minnast aðeins á lútersku kirkjuna. In Iceland, the Lutheran Church was nothing. There was nothing happening. They were basically, they were so traditional. I came to... Og það var í raun og veru lútersku kirkjuna í Íslandi, það var ekkert að gerast, þeir eru svo formlegir. So I came to a meeting here in Lutheran Church in Canada. I'm in Canada, west coast of Canada. Ég fór í lútersku kirkju í vesturhluta Kanada. And they were just full of life. I thought, is this a Lutheran church or a Pentecostal church? Og þau voru bara fullir af lífi og ég hugsaði mig, er þetta hvítasunnu kirkja eða er þetta lúterskirkja? And that was Luther's church. Og þetta var How is lúterskirkja. it in Norway? Hvernig eru hlutirnir í Noregi? Well, we have different types of Lutheran churches in Norway. So we also have some Lutheran churches that are very open to the gifts, to the healing, speaking in tongues, all of this. So we have very many different churches, yes. Við erum með mismunandi lúterski kirkjur hérna í Noregi. Það eru suma kirkjur sem eru mjög opna fyrir náðagjöfum, andans, lækningum og svo framvegis. Þannig við erum með mismunandi lúterski kirkjur í Noregi. In Lutheran Church in Iceland is very open for same-sex marriage and all of this nonsense. Is that common in Norway? Í lúterska kirkjan hérna opin fyrir giftingum samkynhneigðar og alls konar vitleysu. Hvernig staðan á því í Noregi? Now, mostly the traditional Lutheran Church have that view, but the Pentecostals and most others are more like traditional. Flest lútersku kirkjurnar hafa þessa sýn á hlutina en hvítasunnu kirkjurnar og frjálsu kirkjurnar hafa það ekki. Okay, so you've been going to both India and Pakistan and lately or last year to preach. Those are Hindus and Muslims countries against Christianity. How was that? Þú farið mikið til Indlands og Pakistans, þetta eru hindúa og muslima þjóðir, mjög gegn kristinni trú. Hvernig var það? Well, God spoke to me in my early days. So in 1997, I started to go to India to the Hindus. Og Guð talaði snemma á göngunum með Guði 1996, þá byrjaði ég að fara til hindúana. And God really gave me a good message. So they opened their heart and I've seen hundreds, maybe several thousand come to believe. Og Guð gaf mér skýran boðskap og ég hef kannski séð hundruður af hindúum koma til trúar, jafnvel þúsundir. And in 2013, I started to go to Pakistan, both through internet, but also to be there physically. Mm-hmm. En á 2015 byrjaði ég að fara til Pakistan og bæði gegnum internetið en ég fór líka þangað bara náttúrulega. And God gave me wisdom through the book of John, not the book, but the Gospel of John. Guð gaf mér visku í gegnum Jóhannesarguðspjall. How to reach the Muslim people. Hvernig ég ætti að nálgast muslimana. And that's so simple as because they don't believe that Jesus is God. Og það svo einfalt vegna þess að þau trú ekki að Jesús sé Guð. But I show them through the Bible that the Word become flesh and the Word was God. En ég sýni þeim í gegnum ritninguna orðið var hold og orðið Guð. And later we can read that Jesus is the Word of God, and because they believe in Jesus. Yeah. Og síðan þá getum við séð að Jesús orðið Guðs vegna þess að þeir trúa á Jesú. They see him as a prophet, right? Þeir sjá hann sem spámann eða ekki eitthvað. Já. That's right. So I go directly in and show them in the scripture that Jesus is more than a prophet. Og ég fer beint inn í ritningarnar í Jóhannes Guðspjalli og sýni þeim fram á það að Jesús sé meira heldur en spámaður. And since 2013 I seen, I don't know now, but 30,000-40,000 people come to faith. Man.
Og síðan 2013 er ég búin að sjá 30-40.000 manns koma til trúar á Jesú. So it's a powerful tool that we have, the Bible. Yeah. Þetta kröftugt tól sem við höfum til staðar fyrir okkur sem Biblían. And lots of healings, blind eyes open, deaf ears open, signs and wonders. So if I didn't believe in that, I will not go to Pakistan or India. Yeah. Og við höfum séð mikið að blindum augum opnast, döfum meirum opnast. Ef ég tryði ekki það, þá myndi ég ekki fara til Indland, en við erum búin að sjá mikið af þessu. Do you know Peter Youngren? I know. Þekkirðu Peter Youngren? Yes, I came with him to Burma. Oh, yeah. Og ég fór með honum til Burma. Beautiful, And he also beautiful work happening through his ministry. Það yndislegt verk sem Guð að gera í gegnum þjónustu hans. Very much. I also helped him in Kenya and Ethiopia, preaching in his Bible schools there. Amen. Og ég var í hjálpa honum í Kenya og Eþíópíu að ég verið að kenna í biblíuskólanum hans. Yes. So, yeah, but in Pakistan again, there is Talandi Pakistan aftur. extreme Muslims there. Did you have any Yes. problem with that? Muslimar í Pakistan. Hefur átt í einhverju vandræðum með muslima í Pakistan? What was the question again? There are lots of Hver var við spurningin eftir? extreme Muslims in Pakistan and threatening to, kill you and things like that. Did you have any problem with that? Það eru afgað muslimar í Pakistan hóta fólki líflát og svo leiðis. Hefur lent í einhverju vandræðum með þann hóp? Well, the first time I come with a friend in 2013, they burned some churches, and it was all our meeting was cancelled because of this. 2013 þegar við fórum þá voru þeir að brenna niður kirkjur og öllum samkomunum okkar var frestað út af þessu. So they had to arrange some unregistered meetings for us. Yeah. Þannig að þið þurftu að koma á samkomum með okkur þar sem voru ekki skráðar eða ekki auðlistar. And we was a little bit, but we had people with guns with us, with armed guns, security guards. En við vorum með vopnaða öryggisverði með okkur. But finally the police was coming to take us. Huh? En síðan kom líka lögreglan til að taka okkur. So I was standing and praying for a blind lady like this. Og ég var bara að biðja fyrir blindri konu. And suddenly the lights was off. Og allt í einu var bara ljósin tekin af. So when I opened my eyes and I wanted to ask if she could see, I could not see anything. Þannig að þegar ég opnaði augun að sjá hvort hún geti séð eitthvað þá gæti ég ekki séð neitt. And then they were shouting that the police was coming to take us. Og síðan byrjaði að hrópa að lögreglan væri að koma til þess að taka okkur. So we had to run and we took, our the lights on the mobile phones, Yeah. this one. Og við setjum ljósin á síman okkar. And we had to run for our lives. Og við þurftum að hlaupa með lífið í lúkunum. So we escaped the police, and the next day, because this was the last day, and we went back to Norway. Og síðan náðum að flýja lögregluna og þetta var seinasti dagurinn og síðan fórum við til Noregs. But since that time, this church, these people we work with has grown a lot. En síðan þá þetta fólk sem við erum búin að vera að vinna með hafa vaxið mjög mikið. And the government in this city called Lahore is more friendly to them because of the power they have now. Okay. Og yfirvöldin í Lahore eru meira vingjarnlega við það vegna valdsins sem það hafa. But of course, some extreme Muslims try very often to attack them. En múslimar reyna ofta að ráðast á þá. So I was there last February, 1 year ago, and we have armed people with us all the time. Og ég var þarna senasta febrúar senasta ári og við vorum með vopnaða öryggisverði með okkur stöðulega. So the church now, there's gatherings 3,000-4,000 every Sunday in the service. Og þeir eru með 3,000-4,000 manns á hverju samkomu í dag. And the Thursday evening, they rent the place just outside the church, and there are 4,000 or 5,000 people like Muslims coming. Amen. Og þá vorum bara að sjá, á 50-skvöldum þá vorum við að sjá 3,000-4,000 muslima sem komu líka. So we saw a lot of healing and many came to faith. Amen.
Og það voru mikla lækningar og margir komast til trúar á Jesú. But because the security is so well done that I felt safe all the time. Right. En öryggisverði, ef við svo góð öryggisverði, að ég fann alltaf til öryggis allan tíman. And So- your wife didn't have any problem with you going? Og konaðin hafði ekkert vandamál að það væri að fara þarna til Pakistan. You have to ask her, but she feels safe. Þetta spurði hana. En henni finnum til öryggis. Já. Oh, man, Yeah. that's awesome. Yeah. Amen. There is one Það er yndislegt. thing that I saw in one of your videos. It says the narrow road is not for the believers. What did Yes. you mean? Og þegar þú segir í einna kennslunni hennum, þröngi vegurinn ekki fyrir hinn trúað. Some of the teaching that I call the gospel of grace of God, I teach this thing. Uh-huh. Þegar ég er að tala fagnaðarerindum náð Guðs, þá kenni ég þessa hluti. I show that it's two kind of covenants. Ég sýni fram að það eru til tvær tegundir af sáttmálum. So when Jesus was teaching this, sometimes he was teaching to the Jewish people under the law. Yeah. Og oft á tíðan þegar Jesús var að tala, þá var hann að tala til gyðinga sem voru undir lögmáli. And he said that few people are walking on the narrow road. Og hann segir það eru fáir sem að ganga mjóa vegi. And the bride road was for everybody else. It's a bride road. Og Many are víði walking, veginn fyrir alla. because the Jewish people was few. Vegna þess að gyðingarnir voru fáir. And the Gentile was many. Og vegna þess að heiðingarnir voru margir. So before Jesus came and died on the cross, the God was for the Jewish people. Því að þess vegna áður en að Jesús kom og dó á krossinum, þá var Guð í sáttmála við gyðingaþjóðina. And you know the prophecy about in Jesaja about John the Baptist. Og spátumur Jóhannes skýrara í Jesaja. He was sent to the Jewish people to help their minds that a new covenant is coming now. Og hann var sendur til Jóhannes var sendur til gyðingarna til þess að fyrir huga þeir myndi átt að sjá að það var nýr sáttmáli sem var að vera vígður inn í raunveruleika þeirra. So the way he prepared the way for the Lord was to take down every mountain, lift every valley. Þannig að hann þjónaði Guði þannig að hann tók niður sérhvert fjall og lyfti hvers konar dal. And he straightened out the road. Og hann gerði veguna beina. So, you know, very quickly, that when he baptized people in the Jordan River, Og þegar Jóhannes skýrði fólk í ánni Jórdan, the people could come directly to him and have forgiveness of sins. þá gat fólki komið beint til hans og fengi fyrirgefningu syndana. Not the But same under way the that law- when you go to Jesus, though. Yeah, but this Ekki eins og Jesús, þú gjör út í Jesús og fá fyrirgefningu syndana, það? this just was on to help the narrow-minded people. Yeah. Þetta var bara til þess að hjálpa þeim sem voru þröngsýnir. So he helped them out of the sacrificial things. They had to kill an animal, and they could come directly to John. Og þeir þurftu að komast út úr þessum hugafari að þeir þurftu að fórna dýri að þeir gott að koma beint í Jóhannesar. And then Jesus came, Og síðan kemur Jesús. and he said, "You are forgiven." Og Jesús sagði ykkur fyrirgefið. And in Hebrew 10, we can read about he is the new and living way. Og við sjáum í Hebreabréfinu að hann hinn nýji lifandi vegur. And a prophecy in Isaiah 35 says that everyone who walks on this new way, highway is in English, Og ég segir í Jesaja 35 að allir sem ganga á þessu nýja vegi sem nú vera hraðbraut, it's only for the clean people. það einungis fyrir þá sem hreinir. So we see that when Jesus died on the cross, he take away the sins, and then people can just, by believing in him, they will be forgiven. Og með því að Jesús dæri á krossinu þá gat fólk fengi fyrirgefningu synda sinna og verið hrein vegna trúar sinnar á hann. So now we see that Jesus is the new way. Og nú sjáum við að Jesús hinn nýji vegur.
So that's the new covenant. That's how I preach it. Þetta Okay. nýji sáttmáli, þannig predikaði þetta. I know that, Jesus is the way, the truth, and the light. Ég veit að Jesús vegurinn, sannleikurinn og lífið. We know that, but and Við it vitum says það. that where there was no way, he has put a way, and that was the way to heaven. There was no way there until Jesus died. En það sem var engin vegur, þar opinberaði hann veg og það var engin vegur áður en Jesús kom. No, so that way in the old covenant was the only way to like offer animals so they can come near to God through that. Og eina leiðin í gamla sáttmálanum til þess að nálgast Guð var í gegnum það að fórna dýrum. Yeah, it covered their sins, but didn't take it away. Yes. Amen. Dýrin þau huldu syndir fólks en þá nam ekki burtu synd þeirra eins og blóð Jesú. Okay, so you were talking about from the 2 Corinthians, the letter of Paul to Corinth, in chapter 5. Þú veist að tala frá í öðru Korinthubréfi 5. kafla. And from verse 14, 14. vers. that you were talking about that if one has died for everyone, then everyone has died. But then you were talking about his death. Og þannig að þú talaðir þannig það sem að ef einn dáinn þá hafa allir dáið. Þú ert að tala dauða hans. He rose from the dead. Hann reis frá A dauðum. lot of people in Iceland think that he was just in the grave, not in hell. Það er svo margir sem segja halda það að hann hafi bara verið inn í gröfinni en hann hafi ekki farið til helju. Explain. Yes. I don't preach that he was, but that he was in the kingdom of death. What's that? En hann var í ríki dauðans. And he took with him all the sins. Og hann tók alla hina heilögu með sér. And all the sickness and all the whole Adam's family. Og hann tók alla sjúkdóm og alla Adams fjölskylduna. So even if he was in the kingdom of death, or he only was in the realm of death. Þráttur hann var í ríki dauðans á þessu sviði dauðans. We all have to believe that God raised him after 3 days. And he did, yeah. En Jesús reist hann eftir 3 daga og það er það sem við þurfum að trúa. Without sin. Yeah. Án syndar. Without the sickness. Án sjúkleika. And the fantastic good news. Og þessari frábæru góðu frétta sem við höfum aðgangað. Is that when Jesus was raised from the dead, Að þegar Jesús reisi frá dauðum, a new creation came. þá kom ný sköpun. So Jesus was different from when he was walking on earth to the person that he was in the resurrection of the death. Hann var eins og önnur persóna, þessi Jesús sem gekk á jörðinni í líkama sínum eða þessi sem var reistur upp frá dauðum. So this thought is kind of exploding our brain. Mm-hmm. Og þessi hugsun svona svolítið að ála á heilan á okkur. So when we see Jesus was raised from the dead, þegar við sjáum að Jesús var reistur upp frá dauðum, all people was in the resurrection. Allir sjá upprisuna. But now Paul is teaching us about every person that don't believe in Jesus. Og síðan í Páll að tala alla þá sem að trúa ekki á Jesú. They are blinded by this like the devil. Og þeir eru blindaðar af djöflinum. And many Christians have a veil over their hearts. Og það eru margir kristnir sem hafa skýlu við hjarta sínu. This is 2 Corinthians 3 and 4. Annar Korinthubréf 3 og 4. So my teaching help people to start to see. Og það sem að kennsla mín gerir, hún hjálpa fólki að sjá. And the Bible said the slave will not be in the house forever, but the son will be. Mm. Og við réttingi segir að þrællin hann mun ekki vera að eilífu í húsinu en sonurinn mun vera að eilífu. So that when the son sets free, he will be free indeed. Mm-hmm. Og svo sem sonurinn setur frjálsan sannarlega frjáls. And I connect this to when Paul is going around in Athens and he's looking about the statues of these foreign gods. Mm-hmm.
Og þegar Páll á Afrodítusarhæð og hann að sjá alls konar líkneski á Afrodítusarhæðinni. And when he speaks to these non-believers, Og þegar hann var að tala til hinn á vantrúuðu, he said that, you know that as your own poets are saying, eins og þitt ykkar eigið skáld sagði, it is in him we walk, það í honum live. sem við lifum, It's in him, in him. í honum. Because he's thinking about the new creation, that's the risen Christ. Hann að tala hugsa hennar nýju sköpun, hinn upprisna Krist. So to fully understand this, Og til þess að skilja þetta í fyllingu sinni, we need to understand that the first creation, Adam and Eve, and in the beginning, og þá þurfum við að skilja Adam og Eva, fyrsta sköpunin í upphafi, was a fallen creation. varð fallin sköpun. But when Jesus are raised from the dead, En þegar Jesús reisur frá dauðum, a new invincible creation are created. og þá rís upp ný ósigrandi sköpun. That's why we can read that when if we are a new creation, all things has become new. Og þegar við verðum ný sköpun, þá segir ritningin að allir hluti verða nýir. Amen. So we got the new Father. Amen. Við höfum nýjan föður. So now we are not fully humans. Now we are heavenly people. That's right. Nú erum við ekki einvörðungu fólk, náttúrulega fólk, við erum himneska verur. Amen. We are kings. We are kings and priests. Amen. Lars, Við erum konungar og prestar. we gotta stop Come on. here for a Lars. song. Okay. Við ætlum að stoppa And hérna til að hafa eitt lag. And then we keep on going. Herre, vi bare løfter opp vår stemme til deg. Alt vi har, til din ære. Synge i evighet til evighet. I evighet til evighet. Stor er hans nåde og trofasthet. Hans godhet holder og varer ved. Han fortjener min oppmerksomhet. Og syng det ut. Lov Herren min sjel, tilbe Han som kommer med fred, sin fred. Han gir jeg priser livsdagen lang. Han fortjener min lovsang, all min lovsang. Hva kan jeg gi, hva kan jeg si? Min tellestand, den nå forbi. For han har betalt all min skyld og skam. Jeg må synge ut min takk til ham. Lov Herren min sjel, tilbe Han som kommer med fred. Han vil jeg prise livsdagen lang. Han fortjener min lovsang. Well, this was a great song there, and I'm here talking to Lars Þetta var 56 lag. Kragerud. Ég að tala við Lars. Well, Kragerud. and Lars, I know that I had to stop you there, and you were really get going. Og ég varst á flugi þegar ég var að stoppa þér núna rétt aðan. But righteousness of God and righteousness of men. People seem to bring the righteousness of men into the church and live according to that. The righteousness of God is so much different. Explain that for us. Það réttlæti Guðs og réttlæti manns er svo mjög ólíkt. Og við manneskjur þeir hafa svona tilneyingu til að koma með réttlæti Guðs inn í kirkjuna og útskýra þetta aðeins fyrir okkur. Réttlætingu manna inn í kirkjuna. Réttlætingu manna inn í kirkjuna. So this is one of my favorite subjects.
Þetta eitt af mína uppáhaldsviðfangsefnum að kenna. And you know, we all come from Adam and Eve in our minds. Við komum öll frá Adam og Evu hvað hug okkar varðar. In the beginning, they had 2 trees. Í byrjun það voru 2 tré til staðar. The knowledge of the good and evil. Það var skilningstré góðs og ills That will cause death in our lives. sem veldur dauða í lífum okkar. Then you had the tree of life, that's Christ. Og síðan var það tré lífsins sem var Kristur. And you find also the tree of life in the end of the book of Revelation. Og síðan finnurðu tré lífsins í endanum á Opinberunarbókinni. But you know, the tree of life was the beginning of the law. En tré lífsins var byrjun lögmálsins. But the tree of knowledge of good and evil was the first law. God said, don't take from that. Og fyrsta boðorðið kemur varðandi skilningstré góðs og ills, ekki taka af því tré. And from that day, people tried to behave in front of God and to please him. Og frá þeim tíma að telja þá byrjaði fólk að reyna að þóknast Guði og gera það sem rétt er. And they tried, because the lie came into their minds also and to the hearts. Og vegna þess að lygin komin í hjörtu þeirra og huga þeirra. There was in darkness and in death. Þau voru í myrkri og dauða. And darkness means separation from God. Og myrkur þýðir dauði frá Guði, aðgreining frá Guði. That's why the human beings try to build their own righteousness so they can reach God through that. Og þess vegna reyna manneskjur að byggja, að koma til leiðar sínu ein réttlæti til þess að geta nálgast Guði gegnum það. That's the mother of all religion. Þetta móðir allra trúarbragða. And then we know that Jesus came. Og síðan kemur Jesús, það vitum við. He lived his life for 33.5 years. Hann lifði þessu lífi í 33,5 ár. Without sinning once. Án þess að synda einu sinni. He was righteous in all his ways. Hann var réttlátur í öllum vegum sínum. So when he dies on the cross, og þegar hann deyr á krossinum, he became the righteousness of God. þá varð hann réttlæti Guðs. So he dies. Þannig hann deyr. And when he came back to life, og þegar hann reis upp frá dauðum, whosoever will believe in him, að sér hver sá sem myndi trúa á hann eftir það, will have his righteousness. myndi hafa hans og öðlast hans réttlæti. So we inherit his life. Við erfum hans líf. That's why we always need to seek his righteousness. Þess vegna þurfum við alltaf að leita hans réttlætis. So now we need to exercise our faith to see that I'm righteous because of what Jesus did and about who he is. Þess vegna sem þurfum að nýta okkur trú okkar og við erum átt okkur á því að sjá það að ég er réttlátur vegna þess hvað hann gerði. Jesus one time said to his disciples before the cross, Jesús sagði einu sinni við lærisveina sína fyrir krossin. If your righteousness don't exceed the Pharisees and this religious leader, you will never see the kingdom. Ef hann sagði einu sinni lærisveina, ef réttlæti ykkar er ekki miklu meira heldur en réttlæti fariseana og trúræknisleiðtogana, þá munið aldrei sjá Guðsríkið. And you know, the disciples were fishermen. They were like people. And they didn't live this good life as the Pharisee did. Og þeir lifðu ekki svona þessu góða lífi eins og farisearnir. Þetta voru bara fólk sem var að venjulega vinnu, fiskimenn og alls konar. So then they thought, how can we then be saved? Og hvernig getum við þá frelsast ef þetta staðan? And then Jesus said, for human this is impossible, but for God everything is possible. Og Jesús sagði, fyrir mönnum þá er þetta ómögulegt, en Guð megnar allt. Because he was thinking about himself. He was going to die for the people. That was only him that could do this. Og vegna þess að hann var að hugsa þetta út frá þessu, hann myndi deyja fyrir fólkið og það var einungis hann sem var hæfur til að framkvæma þetta verk. So you know the belief system of the knowledge of good and evil. Og þetta trúar kerfi sem kemur af þekkinguna og góðu og illu. We try to do more good things than bad things.
Og við reynum bara að láta góðu verkin okkar vera yfirgnæfa vondu verkin sem við gerum. And many religions believe that if you do more good things than bad things, you will have the eternal life. Og trúrækning kennir þetta að við gerum meira af góðum verkum en slæmum verkum, þá munum við öðlast eilíft líf. But God is the good one. En það Guð sem hinn góði. So when we believe in Jesus, we have him all. Yeah. Og þegar við trúum á Jesú, þá höfum við allt sem tilheyrir honum. So when we already received him, Og þegar við tökum á mót honum, we must not fall back to our own righteousness again. þá getum við ekki aftur farið bara tilbaka í okkar eigin réttlæti. Can I take a short example from my own life? Mér langar til að taka svona stuttu dæmi úr mínu eigin lífi. You know, I was a healing preacher. Ég var lækningapredikari Went to Africa and these countries. og ég fór til Afríku og annarra landa. One morning I was going to cut my hair. Einn morgun þá ætlaði ég að fá klippingu Very early in the morning, and the last Friday before, we just watched TV with my wife. og þetta var senast í föstudagurinn áður og ég ætlaði bara að horfa á sjónvarpið með konunni minni. So I don't felt so very spiritual this morning. Og mér fann leið ekkert eins og ég eitthvað svakalega andlegur þennan morgunni. Sometimes when we come from church and we hear good preaching, we feel like our righteousness is like 90%. Og stundum þá finnum við líður okkur eins og réttlæti okkar sé svona 90%. And for the best of us, for the pastors and the preachers, maybe they think, oh, now I'm up to 98%. Now I'm a good man. Og ef maður er predikar eða pastor eða eitthvað, þá kemur nærma svona 98%. Núna ég orðin alveg svona góðu maður, sko. But this morning, my feeling was down in 25%. En þennan morgun þá leið mér bara alveg eins og ég var bara 25%. And when I was sitting there and a young man came in, Og ég bara satt þarna og ungur maður kom inn and he recognized me because he knew I was praying for sick people. og hann þekkti mig að því að hann vissi að ég var að lækna sjúka. He was only a student and training how to cut people, and sometimes he cut me for a cheaper price. Og stundum þá hann var bara að læra að klippa og stundum þá klippta mig fyrir ódýrari verð. But this morning he was coming with his, been to the doctor, give the document for the boss, so he's sick. Já, hann var semst að hann eiga einhvern sjúkleika, hann var komin bara frá lækninum og eitthvað svoleiðis. He was on skiing and he destroyed his elbow. Og hann var á skíðum og hann slasaðist á olnbogu. And when he see me, he come right over to my seat. Og þegar hann sá mig þá bara kom hann beint til mín. And he said, Lars, can you heal my elbow? He said. Og hann kom við, Lars, getur þú læknað á mér olnbogan? Because I know who is the righteous one. Vegna þess að ég veit hver hinn réttláti. I said, yes, of course. Come with your elbow. Put it in my hand. Ég sagði auðvitað, komdu hérna bara með olnbogaðinn og sett hann í hendina á mér. So the mirror was in front of me. He was standing behind me. Og spegillinn var fyrir fram að mig, hann stóð fyrir aftan mig. And the young lady that was cutting me was like in shock. What's happening here? Og svo unga konan sem var að klippa mig, hún horfði bara á, vá, hvað að gerast þetta núna? But in fact, I was feeling pretty scared. Og mér var bara hálfhræddur bara. Because my feeling was I was only 25 in my percent in righteousness. Og mér leiði ekkert vel að því að það var bara svona 25% líðandi eins og ég var í réttlátur. But because I know the 100% guy, his name is Jesus. Amen. En vegna þess að ég þekki þennan 100% einstakling sem Jesus. I only had a little time with I went into my heart. Og ég bara leiði áhrifum að hafa á hjarta mitt. Into my secret chamber, is inside here. Og inn í þennan leynistað sem hérna innra með okkur. I said, Jesus. Ég sagði Jesus. Inside of me, he could not hear my prayer. No.
Ég sagði þetta bara innra með mér. Hann gæti ekki heyrt það sem ég var bæn mína. I practice my priesthood. Og ég sett í virkni prestskapið minn. You know, when we are priests, Þegar við erum prestar, we go in front of God, þá komum við fram fyrir Guð, talk with him, tölum við hann. and to sharpen my identity, who am I? Yeah. Og bara til þess að skýra það, skerpa það hver ég er, I'm the child of God. Amen. þá er ég barn Guðs. I'm a new creation. Ég ný sköpun. And the Bible says, lay hands on the sick and they will recover. Yes. Og Biblían segir, leggið hendur yfir á sjúk og þeir munu verða heilir. So after like a minute or so, Þannig eftir bara svona 1 mínútu eða svo, this guy got to be, shall I do something, he said. og þessi gaur hann byrjaði að segja, á ég að gera eitthvað? Because I hadn't prayed for him yet. I just hold like this. Vegna þess að ég bara hélt í hendina á honum og ég hafði ekki gert neitt. But then I said, now, I'm going to speak now and you will be healed, I said. Og núna ætla ég að tala og núna verður heill. So now I'm coming out of my secret chamber Og nú ég að koma svona innar og svona leynistað innar með mér, as a priest. sem prestur. And now I'm turning and become the king. Og nú ég að snúa mér og verða konungurinn. Because a king has power with his word. Vegna þess að konungurinn hefur vald í orðum sínum. But many people, they pray too fast. No. En sumir þeir biðja svo hratt. To heal and to do miracles, we need to be priests first. En til þess að gera lækningar og kraftaverk þá þurfum við fyrst að vera prestar. Because before Peter raised Tabitha from the dead, he first prayed to God. Áður en að Pétur reisti Tabithu frá dauða, þá talaði hann fyrst við Guð. He turned his back to God, to the dead lady. Og hann sneri baki sínu í konunni. But when he was finished talking with God, Eftir að hann var búinn að tala við Guð, he turned his body þá sneri hann sér við. Þá sneri hann sér að konunni and speak as a king. og talaði sem konungur. And now I said to this young man, Og það núna sagði ég við hennar mann, I command pain to go, og ég skipa sásökunum að fara, and I release healing in the name of Jesus. og ég leys út lækningu í nafni Jesú. And he was instant healed. Og hann var læknaðist samstundis. So the lesson here is, Þannig að leksían hérna er þessi. me, myself, and I cannot do nothing. Ég og mig fyrir mér til mín That's right. getur ekki gert neitt. Not the nicest person on earth can ever be 100% in the righteousness. Besta manneskjan á jörðinni getur ekki verið 100% í réttlætinu. To change the identity from who you were to who you are is the clue. Og lykillinn er þetta að breyta einkenniðinu úr því hver þú varst yfir í hver þú ert. Then we have power with God. Þá höfum við kraft með Guði. To do that, Lars, you will have to renew your mind, because if you don't do that, you're always thinking in the old man and you can't receive what God has for you. That's right. How do you renew your mind? Þetta endur nýja hugafarið til þess að gera það, annars er þetta alltaf að hugsa eins og gamli maðurinn og getur ekki tekið á móti frá Guði, er það? I did that in 1 minute. Okay. Ég gerði þetta á 1 mínútu. Because we think that when we renew our mind, it will stay forever. No, our soul will go back and forth. Þegar við endur nýjum hugafarið þá höldum við að núna verður þetta bara eilífur svona. Nei, sálin í okkur, hún fer alltaf bara fram og tilbaka. So the work for us Christians is to see who we are in Christ. Þannig að verk okkar innan kristnu er að sjá hver við erum í Kristi. And then sometimes we need 1 second, other times we need 10 minutes. Stundum þurfum við bara 1 sekúndu til þess að sjá þetta gerast. Stundum þurfum við kannski 10 mínútum að halda. Often when I preach and I will go to pray for sick people, Og þegar eftir ég er að predika og ég fer að biðja fyrir sjúkum,
if I don't have time, because when I travel, sometimes you travel many hours this direction, and you go from meeting to meeting. Og oft á tíðum þegar maður er að predika í sumum löndum þá er maður að ferðast langa leiðir og fer frá samkomu til samkomu. And when I'm sitting in the the podium, Yeah. Og þegar ég sita bara á sviðinu, sometimes I said when I'm on my way to start to preach, ofti segi ég þá við sjálfan mig þegar ég er að fara að predika, I changed my identity totally from only being Lars. og ég breyti umskipti einkenni mínu bara frá því að vera einvörðungur Lars And to see my identity in Christ, og sjá einkenni mitt í Kristi, because I've done it so many times. vegna þess að ég hef gert það svo oft. But when I go years back, En þegar ég fyrir mörg ár tilbaka, I exercise every day by speaking out, who am I in Christ? og þá lýsi ég yfir hver ég er í Kristi. I'm a new creation. Ég er ný sköpun, I'm holy. ég er heilagur, I'm cleansed. ég er hreinsaður, I'm forgiven in Christ. mér er fyrirgefið í Kristi, I am the child of God. ég er barn Guðs, That made me a son of God. það gerði mig að syni Guðs. Jesus will always be the firstborn son. Jesús verður alltaf frumburðurinn. I am a king, Ég er konungur, but he's king of kings. en hann er konungur konunga. I'm a priest, but he's the high priest. Ég er presturinn, hann er æðsti presturinn. So to remind yourself about these things Til þess að minna þig á þessa hluti, will do that the renewing of mind become more and more. It don't take so much time. I only have to switch my identity from who I am to who he is. Amen. og eina sem það gerir er að umskipta einkenni mínu frá því hver ég er yfir í hver hann er. Lars, we're basically out of time, but Wow. Við erum alltaf búin með tíman okkar hérna, Lars. so it's always when you're having fun, it just goes by like that. So Þegar maður Lars, hefur gaman þá if líður you want to tíminn. say something, we have about 2 minutes. Þau viltu segja eitthvað að lokum það vil 2 mínútur. Well, what I want to say is that when we go out and meet people, Þegar við förum út og við hittum fólk see them in through the eyes of Jesus. og þegar við sjáum fólkið með augum Jesú, See them through what Jesus has done on the cross. við sjáum það í gegnum krossin. Try to pretend that you have the eyes of God. Þannig að þú getur séð þig fyrir þér að þú hafur augu Guðs. That first letter of John, chapter 2. Þetta fyrsta bréf Jóhannesar, kapli 2. He says he has reconciled us with God. Hann hefur fært sáttagjörð fyrir okkur fram fyrir Guði. Not only us, but the whole world. Ekki bara fyrir okkur, heldur fyrir allan heiminn. So if you could see people around yourself without sin, Þannig að þú getur séð fólk í kringu þig án syndar. even if they are sinners, Jafnvel þó þau séu syndarar. you will see how God look at people. Þá getur þú séð hvernig Guð sér fólk. Then you will become like a magnet on people. Og þá verður þú svona eins og segur. Because when you switch the magnet, you push people away from you. Eins og segull sem ekki ítir fólki frá þér. But when the magnet is on the right way, it will be drawn to you. Þegar segullin er á réttan hátt, þá dregur hann til sín fólk. All people was drawn to Jesus. Alla manneskju drógust að Jesú. So think about this, and I really believe that we will see many people come to believe. Amen. Og ég trúi því sannarlega að við munum sjá marga koma til trúar. And I want to pray a prayer in the end. Og mér langar til að biðja þetta bara aðeins í lokin. I want to pray with you that are listening now. Og ég vil biðja með þér sem ert að horfa núna. If you think that God is angry at you, Ef þú heldur að Guð sé reiður út í þig, He's not.
Hann ekki reiður út í þig. He loves you. Hann elskar þig. And he stands with his arm just waiting for you to come home. Og hann bara með útrétta armana til þess að bíður eftir því þú komir heim til hans. He wants to talk with you. He wants to have fellowship with you. Hann vil tala til þín, hann vil eiga tíma með þér. So just a simple prayer. Þetta bara einföld bæn. Say thank you, Jesus. Segðu það, takk Jesús. I believe in you. Ég trúi á þig. I believe that you died for my sins. Ég trúi því að þú hafi dáið fyrir syndi mínar. I believe that you was raised from the dead. Ég trúi því að þú hafi verið ristur upp frá dauðum. Come into my life, Jesus, right now. Komdu inn í líf mitt núna, Jesús. Be my Lord. Vertu minn drottinn. Thank you, Jesus. Takk, Jesús. I believe in you now. Ég trúi á þig núna. And I also want a quick prayer, Ég ætla líka að biðja stuttra bænar. like I was testifying about healing. Núna bara þess að ég var að vitna lækningu. So if you have pain in your body right now, Það vart með verk í líkamaðinu núna. just place your hand on the place. Settu hendina þína þar sem að verkurinn er. If you have pain many places, put it on the head. Ef þú ert með verk á mörgum stöðum, settu það bara hendina þína á höfuð þér. And I will pray now. Og ég ætla að biðja núna. Father God, Faðir Guð, I have testified about you, ég hef vitnað þig, about your son, Jesus, soninn Jesú. that he died for my sins and took all my sins. Hann dó fyrir syndi mínar og tók allar syndi mínar. And that you also, Jesus, took away our sicknesses. Og þú, Jesús, tókst líka burtu sjúkleik okkar. Thank you for manifesting healings right now. Þakka þér fyrir að opinbera lækningar núna. Thank you, Jesus. Takk, Jesús. So in the name of Jesus, Þannig að í nafni Jesú, I command all pain to go. þá skipa ég öllum sársauka að fara. I speak life to your body. Ég tala lífi við líkamaðinn. I command your DNA to operate in line with God's word. Og ég skipa DNA-inu að koma í línu við orð Guðs. And you have the mind of Christ. Og þú huga Krists. You are a temple for the Holy Spirit. Og þú ert mustari fyrir heila anda. You are one spirit with the Lord. Þú ert einn andi með drottni. So receive your healing right now. Takk á móti lækningu þinni núna. I command deaf ears to open up right now. Ég skipa döfum eyrum að opnast núna. Blind eyes open up. Blind augu opnist núna. I speak life to your body. Ég tala líf til líkamæðins. All pain leave Allur sársauki fari. right now. Núna. By his stripes, be healed. Fyrir benjar Jesú, fyrir sárin hans vertu heill eða heil. Headache is moving. Ég sé að það er höfuverkur að fara. And I also have the word for you that cannot sleep good. Og ég líka með orð til þín sem getur ekki sofið. I see people that have nightmares. Ég sé fólk sem að fá martraðir. They are stopping right now. Það martraðirnar að stoppa núna. When you go to sleep, you will sleep like a baby. Þegar þú sefur þá myndu sofa eins og barn. So all kinds of backache, shoulder ache, Alls konar sársauki í baki og öxlum leave you right now. fer frá And I release þér akkurat núna. the peace in your mind. Peace. Og leysi hugan. God's Leysi shalom. frýsið yfir hugan þín. I give you God's shalom right now. Shalom Guðs. Shalom friður núna. Hallelujah. Amen. Halleluja. Amen. And Amen. we can take more another time Yes, maybe. we will have to do that, that's for sure. But Við getum gert meira seinna. Lars, thank you so much for being with us. I really enjoyed it. Takk Lars. En Guðmundur, Ég naut þess mjög vel. þakka þér líka fyrir Guðmundur All right. að hafa hjálpað okkur. Thank you.